Við tökum bækur úr jólabókaflóðinu og ræðum þær við rauðaborðið, einkum bækur sem við teljum að eigi erindin í samfélagsumræðina. Þetta ekki lista eða bókmenntaþáttur rauðaborðið, heldur erum við bara alltaf að reyna að skilja heiminni sem við orðum það. Og eina af þessum bókum sem að tengjast kannski heitum málum í nútímanum og sögunni staðreyndirnar eftir Hauk Má Helgason sem var að koma út hjá Mál og menningu. Til hamingju bókina. Takk. Þú gafst út bók fyrir hvað, 2 árum eða? 3. 3? Já. Tíminn líður rosa hratt. Líka hjá þér, ekki bara hefur lestum. Síðustu 2 ár hurfu, sko. Já. Vegna þess barn og við bara gufa upp. Það finnst þess að ég að fara að fermast. Já. Herðu, þú ert þú ert blaðamaður. Jæn, segir maður á því, sko. Ég komst aldrei inn í blaðamannafélagið. Ég sótt en svo dagaði uppi, þannig að ég komst inn í rithöfundasambandið. Þannig að ég segi ekki að það hefur verið úrslitum en mér finnst ágætt að það sé bara heilt í titlam nú eða gengst frekar við því bara að vera rithöfundur í dag. Já. En það náttúrulega, blaðamannafélagið ekki alveg skilgreiningavaldið. Rétt, og rithöfundarsambandið ekki heldur, sko. Nei, ekki heldur. En ég nefni þetta núna því að þú ert kannski það sem að kalla mætti pólitískur rithöfundur. Það óvinsælt að nota það? Nei, endilega, já. Þú ert pólitískur rithöfundur? Líklega, ef mér tekst eitthvað af því sem ég að gera, þá þetta örugglega. Og síðast í 2000 þá varstu að fjalla þá sem að standa veikast í samfélaginu og farið illa með, það sem mikið valda ójafnvægi. Já. Og einhver leyti var leikurinn að skrá sögu þeirra svo þau myndu heyrast ef maður myndi taka sjónarmið blaðamennskunnar, að það verði að heyrast einhverja sögur til þess að við getum fengið einhvern veginn eðlilega sýn á því hvernig heimurinn er. Já. Og fólk sem kannski sætti þöggun strax fyrir 200 og 250 árum síðan að reyna að grafa upp ef ekki raddir þeirra þá einhvern veginn samt miða sig að út frá þeim heimildirnar sem eru til eru svo mikið í höndum yfirstétta fólks og rauninni fágætt yfirleitt að einmitt raddir skjólstæðingarna í því tilfelli sem þá fanga tukthúsins við Arnarhól rati nokkst ára blað jafnvel í yfirheyslum og sér maður hvernig réttarskjölin, dómskjölin eru ofur einföldu þannig að svör þeirra við spurningum verða alltaf bara eitthvað já og nei og helst takk og amen líka. Og þeirra rithöfund að koma að gögnum að þá neyjast þeir til þess að segja sögu þeirra sem að voru með yfirheyrslunar, ekki þeir sem voru yfirheyrðir, af því að það eins og þeir ná ekki að fara inn í hugarheim lásstyrta fólksins eða þeirra sem eru í veikri stöðu. Já, ég held að einmitt, það allavega þó nokkuð til af bókum þar sem fókusinn þar. Það er líka fullt af höfundum sem hafa reynt að hnika því til, sko. En þegar þú segir rithöfundur þá þetta lítur á það sem hlutverk að gera eitthvað svona. Og ég bara nefni þetta því að þetta er náttúrulega margflókið og einhver rithöfundur geti verið að glíma við form og tjáningu almennt, ekki með tengda yfir í okkar sögu eða okkar samfélag. En líka, þú einmitt, núna er þessi bók sem kom út fyrir 3 árum lykilli minn að því að kannski þrauka skrifana og þá leið von til að lesendur myndu þrauka að fara að gera, maður líka að finna nýja leiða að tungutakinu, tungumálinu og formi. Ég held að ef maður steyðist of mikið við útþvæld og þreytt form að þá sofnar bæði maður sjálfur og lesandinn, þannig að og verður að skapa nýja rödd og nýjan hljóm til þess að ráða við nýjar sögur. Ég held það, já, einhver leyti alltaf. Já. Í þessari bók hæðast það í að þegar menn töluðu kápur þá þeir yfirleitt merkið þeir ekki lesið bækur í bókinu en þessi stytta hefur nú sést áður. Já, hún var í fréttunum hún var lengi á flíklinum heima hjá Steingrími Hermannsssyni
Þetta svona SS-riddari sem að, hvað var það, Himmler sem að gaf Hermanni Jónassoni, pappa Steingríms. Ég held að hafi lengi verið á þessum flygli, sko. Ég minnir að ég hafi séð mynd af henni þar, sko. Það sem hún bara inn í Arnarnesinu eða Mávanesinu. Og það sem hvað heitir þessi steinar sem að menn hlóðu á veggina sem að voru þóttu fínir. Og svo flygillinn og svo þessar minjar nasismans. Það myndi stemma. Mér skilist að hún sé ennþá sko á heimili fjölskyldufólks, erfingja Hermanns. En af hverju með hann að það? Þetta er ekki hönnurinn sem ákvað að gera þetta. Já, svona í bland sko. Þetta hún er ekki miðlæg í frásögninni, hún kemur við sögu og kannski ef ég reyfa bara þú lætur eins og vitur alveg hvað ég er að segja og hafi lesið bókina og það allt sko, en ef ég reyfa samt svona megin þræðina þá er þetta sagan af Steini sem að var nýverið ungur stjórnmálamaður uppleið þegar sagan hefst en í okkar samtíma er lentur utangarðs í sínum flokki, það er í okkar samtíma, já. Og eða svona utangarðs og samt sko bjargað og redda nýri stöðu sem þá svona utan sjónsviðs almenning, svo hann gerur að millistjórnanda í nýri stofnun sem er ætlað að tækla upplýsingaóreiðuna í samtímanum og þessi stofnun heitir Upplýsingastofa og það er hann skrifstofustjóri á staðreyndasviði og staðreyndasviði er falið að byggja upp staðreyndagrunn sem að verði svona kjölfesta í umræðunni til að ekki það að fólki verði sko bannað að segja eitt neitt, þetta er ekki skýrt fram þegar verið að kynna þetta verkefni og allir njóta sama tjáningarfrelsis og áður og svo framvegis en ákveðna staðreyndir Takk umræðuna Já, ákveðna staðreyndir verði samt svona sko gulltryggðar af hinu opinbera og ætla að tryggja að umræðan fari ekki af sporinu og þá er sko hefstæðu verkefni að safna ábyggilegum staðreyndum og fyrst er það sko nýta samtíma tækni og vitvilar í þetta verkefni að moka fyrst upp sko öllum sagfræði heimildum, öllum ritrindum greinum og svo leiðis og áttur síðan á að þið þurfi ekki sko það milliliði lengur, ekki þið farið í frumheimildunar og byrjaði að moka upp úr gögnum í þjóðskjalasafni og við villuprófun á þessu kerfi koma náttúrulega upp alls konar sko það hefist alls konar vandræði og sannleikurinn sé ekki einn Fyrirgeðu? Að sannleikurinn sé ekki einn Já, og staðreyndir sko séu svona kannski það sem misast hvaða staðreyndum menn vilja hleypa alla leiðin í stástofuna sumar er kannski að halda sig í eldhúsinu eða bara á dýramáttunni sko og þá hvernig ber að sko flokka og samfara vélina að stundasömu mannasiðum mætti segja og hafa tíðkast á landinu til þessa og meðal þeirra er þá sko sagan af því þegar Hermann Jónasson sendi sumarið 1939 verðandi lögreglustjóra Agnar Kofod Hansen í starfsnám til Gestapo í Þýskalandi sem var hans eina lögreglunámið þess að hann var hluta sumarsins í Danmörku og drúgan hluta þess í Þýskalandi með Gestapo og SS að það var hans eina starfsnám fyrir stöðu lögreglustjóra á Íslandi og þetta er alveg vitað, þetta er ekki leyndarmál, þetta er alveg rakið þetta sjálfur í sko endurminningum sínum, hann Agnar, en leiðir þetta ekki kannski á meðal þeirra svona staðreynda sem við höfum hleypt inn í Íslandssöguna og hleypt okkur að spyrja þá af hverju og aftur ég sá daginn að hvað var stofnandi eða forstjóri Toyota hefði þetta meginreglu alltaf þegar eitthvað kemur upp á sko færibandinu að spyrja af hverju 5 sinnum til að finna frumorsökina sko, að spyrja af hverju var hann sendur og ef við fáum svarið því af hverju var það og af hverju var það og af hverju var það eins og þetta er ekki með þeirra staðreind sem við höfum leyft að taka þessu afgreiðslu og sko nú er ég búin að kannski endur segja meira en ég ætlaði með nokkuð tíma að gera í viðtölum en þetta svona þessi megin þráður í bókinni hefur nú þegar komið fram held ég og það hefur svolítið verið rætt þetta á sín tíma bæði að með Agnar Kofod svona rætur hans í hugmyndum lögreglumennsku sem að má svo eiginlega rekja til svona hvítlið og fleira ef við förum bara til 49 í þegar verið að samþykkja að ganga í NATO og fleira þá eru svona hugmyndum að lögreglu lið eigi að nota til þess að halda
aftur af tilteknum öflum í samfélaginu. Já. Að þau hafi eiginlega sitt vald frá tilteknum hugmyndastefnum. Já, einmitt. Frekar heldur en lögum. Við heldum reyndar að sko Kristín Svava Tómasdóttir hafi skrifað, var ekki lokaritgerð sko tilurð ríkislögreglustjóra embættisins eða ríkislögreglu á Íslandi og hvernig það var frá upphafi einlega sprottið af þessari meintu þörf sko. Að hemja uppreisnaröfl í samfélaginu. Já. Að með vaxandi verkalýðshreyfingu og skipulagningu róttækra sósíalískra flokka að þá verður ríkið að verja sig af því að þetta eru flokkar sem ætla að grafa undan þjóðskipulaginu líklega einhvern veginn þannig og þá fara þær til Þýskalands það sem að hafði raunverulega verið brotið niður þjóðskipulagið. Og það náttúrulega sko fyrr og mennur kannski búa þessu undir, ég meina það vita að styrjöld getur verið á næsta leiti og meðal þess sem að sko Agnari ætlað að stýra uppbygging útlendinga eftirlitsins þegar Ísland hafði þegar í þá nokkur ár verið að sko synja mjög kerfisbundið öllum umsóknum gyðinga vernd á landinu líka þeir sem ætluðu bara að fara hér í gegn til Bandaríkjanna eða svoleiðis og svo þegar sko ég meina ég vil ekki aftur það ekki sko megin þunginni þessari sko frásögn en hitt sem hann kannski sko á frumkvæði að síðan þegar hann tekur við embættinu í janúar 1940 ef maður rétt bara það leið og sko hernámið hefst hann þegar hann búinn að vera í embætti í 1-2 ár að þá tekur hann saman þennan eða það listi sem hann með samstarfsmannin sínum hefur þegar tekið saman sko konur og stúlkur sem að þyki grunnsamlegar og lifi mögulega ósiðlegu lífi og lætur hana Jóhönnu Knudsen vinna eftir þeim lista í skipulagi á því sem í dag bara kallar ofsóknir íslenska stjórnvalda í hvar kvenna í ástandinu. Og Kristín svo var að skrifa bókum fyrir Dúlla, hún var daginn í spjalli. Akkurat. Og þetta tengist. Og þar eftir sko, nú hef ég ekki lesið bókina Kristínar en mér finnst það fornilegt að hún kemur út akkurat á sama tíma en þess að þegar sko ef maður svona leifir sér að bara leifa þessum staðreyndum að slá saman aðeins að Agnar Kofod Hansen fór í starfsnám til Gestapo, kemur til Íslands og hefur ofsóknir íslenska kvenna fyrir samneyti við útlendinga að það var ekkert langsótt kannski að velta vöngum yfir því hvort sko ábyrgðin á því hvíli hugsanlega meira á honum og þeim sem sendu hann út og þeim sem svona yfirstjórn löggæslumála á landinu og minna hugsanlega á sko þessum verktaka þeirra Jóhönnu Knudsen sem að gerðist áreiðanlega ofstoppa full á köflum og svo framvegis en réði í sjálfs rengu að kallanir hafa kannski einhver leiti sloppið billega í gernum þessa sögu með því að leggja alla áherslu á sko bara verktaka á götunni. En þessar hugmyndir eru sprottnar upp en aftur fyrir ekki að nú talum við mikið það sko að það eru líka nú eru komin út fyrir fókus þessar bókar sem þráttur allt skáldsaga og hefur snertifleti við þessi mál en ekki að rekja þau þetta er svona bakgrunnur í endurlitinu í bókinni. Já. Og en þessar hugmyndir Agnars og Hermanns og fleiri og fröken Dúllu það byggja svolítið á því að við getum læknað samfélagið með því að taka eitruðu eplin og hindra það að þau skemmi samfélagið. Já. Það getur verið spilltar stúlkur, það geta verið fólk með óíslenskar stjórnmálaskoðanir, það getur verið gyðingar sem að hinga koma og myndu spilla genaminginu eða innflytjendur sem á mjög ríkjandi umræða okkar tímum að hinga megi helst ekki koma fólk frá Norður Afríku. Og fólk af öðru óæskilegu ætterni. Agnar Kofod Hansen minnist að það til dæmis í endurminningum sínum sem eru skrifaðar sko 1980 eitthvað, þá næstu í hálfri öld eftir þessa viðburði,
að hann sé enn sannfærður það sem hann hafi lært á sínum tíma í starfsnáminu í Þýskalandi að sko brotanhegð sé arfgeng og hann hafi séð þessi sko sannfærandi ættartré hjá yfirmönnum í lögreglunni þar sem að sýni sko hvernig glæpamenn samtímans séu allir komnir af sko glæpamenn langt aftur í aldir og þá mætti sko ætla með því að uppræta þessa óheppilegu stofnuna væri samfélagið friðsælla og laustu afbrot sko. og náttúrulega svo tekur hann skýrt fram að það sé ekki nasisti þessa nálgun, þetta séu bara vísindi. Gestabór náttúrulega birti myndir af fólki sem átt að sýna það að heimska væri útbreiddari meðal rómafólks og fleira. Það birta svona myndir af fólki sem átt að sýna grimmd eða heimsku. Þetta er bara ljótasti kaflinn í sögu allrar eðlishyggju mannfólk sko. Líka bara akkurat þannig að manneskjur séu fæddar sem eitt eða annað og sitja uppi með það allar tíð og skilur eftir ekkert svigrúm fyrir í rauninu hugmyndunum frelsi, ekkert svigrúm fyrir mannvirðingu, ekkert svigrúm fyrir jöfnuð og ég held að það þessi saga sé til og hún sé óuppgerð og hún hafi ekki það hef ekki verið tekist á við hana og það sem hafi verið alveg úrslitum það sé jafnvel sko beinlínis að stjórnmálamenn hafi beitt handafli til að það gerðist ekki sé að minnstakosti forvinnilegt. Að stjórnvöld hafi raunverulega aldrei gert upp við þessa hugmynd sem frekar eitruð og getur haft vond áhrif í samfélaginu. Og við svo sem finnum hana alveg í umræðu dagsins sérstaklega fólk sem kemur frá Norður-Afríku og Mið-Austurlöndum. Og það er bæði á þingi og í alls konar umræðu og alls konar spjallþáttum og fleira að vera að halda fram að þarna sé fólk sem er eðlislega einhvern veginn getur ekki samrýmst góðu samfélagi. Já. Og núna sko upp á síðast þegar við sjáum naut núna hvað orðræða er mikið leiðenda orð sko við tölum haturs orðræðu það var alltaf að bera þetta fram það svo mikið á samhljóðum hana sko haturstal er kannski bara einfaldara eða hatur en svona þetta tal sem skýtur úr kollinum upp á síðkastið ákveðið kannski sko hvað það ratar virðist vera mjög frjóan jarðveg sem er örugglega að einhverju leyti heldur til marks einmitt það sem sko bara svona að einhverjur hópar, einhverjur bara fjölskyldur eða klúbbar eða hvað það er hafi bara svona verið að leitast við að bíða það af sér sko að það er ekki fínt að tala svona. Bíða húmanisman af sér. Já. Maður gæti stilt þessu upp svona sem andstæðum, annars vegar þessi hugsun sem við erum að leita núna að fólk sé bara eins og það er og þess svona eina leiðin til þess að minnka skaðsemin af hátterni þess er að einangra út úr samfélaginu. Þannig að Þjóðverjar í Þriðja ríkinu gengur lengst kannski allra að bara útrýma fólki en að sumu leyti var það gert víða í okkar heimshluta þar sem að fólk var sett á fátækrahæli eða geðveikrahæli eða í fangelsi eða drykkjumannahæli og fleira og raunverulega drepið af vanrækslu við bjóðum við ömurlegar aðstæður og var að búið klippað út úr samfélaginu og svo dóða. Þetta var í andstöðu við það sem maður gæti sagt að hefði komið út úr frönsku stjórnarbyltingunni að fanginn væri svona aggressífur af því hann væri í hlekkjum. Þannig að við losum hann hlekkina og komum eðlilega fram við hann að þá ber hann ekki einkenni fangans og sama með hinn fátæka, hann lyktar svona og talar svona vegna þess að hann hefur búið við óbærilegar aðstæður og birtingamyndin hans er afleiðing af því hvernig hann hefur verið. Þannig ef við lögum samfélagið að þá munum við laga fólk og þetta er kannski svona húmaníska línan og þetta gengur, þetta eru átaka línur í samfélaginu og þú ert kannski að fara að dregur þetta fram núna, ég veit ekki að þessa mannúðina vegna þess að hún er áberandi í okkar samtíma? Já, ég held bara stutt að svara sé örugglega
Örugglega. Ég hef áður það var vorið 2009 stutt eftir hrun sem í svona garfið þegar maður að það opnaðist þarna einmitt, það væri nú ekki einmitt kannski staðreyndirnar svona ultu aðeins koll eftir hruni svo margt sem virtist ekki vera eins og haldið hafði verið fram og fólk að garfi hinn og þess og eitt sem rakst á eitthvað þær mundir var fyrirlestur sem Björn Bjarnason hafði flutt ef ég man það rétt líklega sem dómsmálaráðherra og gott að hann byrti ekki glærunar á netinu bara og hafði hann þá á vefnum sínum þar sem minnst á þetta hjágripum Agnar Kofod Hansen verðandi lögreglustjóri sendur til Þýskalands í starfsnám sumar 1939 og það var ekkert verið að merkja við eða fjalla það sérstaklega, þetta var bara svona neðamálskrein og mér þótti svo fornildi að ég hafði aldrei heyrt af þessu áður og gróf upp eitthvað lítilræði þetta og skrifaði grein sem var nú meira svona kannski þá í sjálfri bumbusláttur til að vekja athygli á því en að það verið mikil heimild að vinna og engin frumgögn sem ég hafði í höndunum á þeim tíma og sú grein fór nokkuð víða allavega svona meðal aktivista og meðal þeirra sem voru láta sig mál flóttafólks varða og þá í samhengi við uppruna útlendingastofnunar að þarna lægju nasíska rætur útlendingastofnunar og sumum þótt að kannski skýringar þá því sem þau upplöfa sem ennþá starfsanda eða eitthvað sem að hafi eitthvað svona erfst innan stofnunarinnar umfram það sem lögin einn kveða á sko. Þetta áfram af árið þóttu skiptur út starfsfólkinu. Já, sem maður situr upp með þeirra svona getgátur en það sjáuðalega fáir inn í þessa stofnun nema þeirra rekast á hann eitthvað í gegnum einstök mál og svoleiðis það gerist náttúrulega í svona menningarheildum að það geta viðhaldið einhverjum svona kultúr áratugum árum saman velta vöngum yfir og síðan sá ég svona eiginlega út undan mér kannski bara næsta áratugin tekist á meðal annars á Wikipedia hvort þessa væri getið eða ekki getið í færslunum bæði lögreglustjórinn og stofnunina að þessa ferðalags og þessa starfsnáms og sett inn og strókað út og sett inn og strókað út og ég hafði aldrei einn afskipt af því en þótt að svolítið fyndið að fylgjast með og það er kannski einn svona að kveikja sem hefur verið mallandi að þessu verki að einmitt bara fyrirtagsdæmi deilda staðreynd sem tekist á eitthvað hvort megi vera til eða ekki og þó að það fái annan búning síðan í skáldsögunni þá virðist þetta akkurat vera eitthvað sem að þetta samfélag er svolítið tvístígandi hvort að tökum við í reikningin eða ekki hvort að megi ræða þennan uppruna útlendingastofnunar. Já og þetta er strax í lok árs 1945 desember 1945 þá hefst umræða á þingi tillaga sem kemur frá ungur sjálfstæðismaður ef mann rétt sem ber fram tillögu að hleypa aftur til landsins eða þetta verið þingsályktun að þingi mæli með því að hleypt verið til landsins þeim þjóðverjum sem hefur verið færið burt héðan í stríðinu fá aftur landvistarleyfi og það er í debattinum þá tillögu sem fer fram eina umræðan akkurat þetta þá kemur það er út frá þeim debatt sem rætar síðan á forsíðu dagblaðina á Íslandi að þessi námsferð hafa átt sér stað og Hermann hefur sendt Agnar þarna út og svo framvegis og þar heyrist meðal annars krafan að þetta verði þá rannsakað kemur fram krafa rannsókn á því hvers vegna forsætisráðherra hafi sendt verðandi lögreglustjóra í starfsnám til Gestapo. Hermann Jónasson sem ekki lengur í því embætti heldur bara óbreyttur þingmaður á þessum tíma hann stórkostlegt að lesa þingræðunar hvað hann beitir miklu afli til að svona bæla þann möguleika niður með gagnkvæmum hótunum þá meðal annars ef það var að rannsaka þetta þarf þá ekki að rannsaka alla þá sem fóru til Þýskalands hverjir sátu samkomunar hjá Nordis Gesellschaft hverjir voru ekki þarna og hér og svo framvegis það eru ekki að fara í gegnum allan milljóna manna nafna listan sem búið að taka saman af alþjóðaliðinu þarna yfir þá sem áttu og svo framvegis og
sem virðist hafa dugað og örugglega fleira gert en kemur fram í þessum þingræðum líka, en það er mikil hiti og hvernig sem menn beittu sér þá allavega var það aldrei úr að þetta verður rannsakað á neinn hátt sko. En það er náttúrulega tengsl manna við einhvers konar nasisma fengu allt öðruvísi mynd þegar að útrýmingabúðirnar voru opnar og stór hluti af þeim sem að hrifust af nasismanum geta sagt að þeir eru ekki gert sig grein fyrir þessu. Aðrir getur sagt þessu að það var margt í þessum hugmyndum sem að mátti líka finna annars staðar, eins og ég var nú að benda á þarna með því að flytja veikt fólk samkvæmt einhverju skilgreiningu út úr samfélaginu á einhverju hæli upp til sveita til þess að samfélag geti þróast áfram án spillingaráhrifa þeirra. Einhver leyti held ég að bók Kjartans Ólafssonar hreyfinguna sem hann tilheyrði blandar þessu svolítið inn í þar að það hafi svona þessar hugmyndur að væri hægt að búa til nýtt mannkyn í Sovjetinu sem að þannig þetta eru hugmyndir sem að lágu í loftinu og voru ekki bara bundnar við nasismann og einhver getur sagt þessu með því að vera með þessa staðrind uppi, þessa hættulegu staðrind að þá koma menn eins og Haukur Már til dæmis og gerir mikið úr því með seinni tíma skilgreiningu þannig að tenging við Gestapo og nasismann sem að ef ég má svara eins og Hermann Jónasson sem að var kannski ekki svo merkileg í sjálfum sér, þetta var bara verið að kenna okkur svona lögreglutekni sem að var ekki, þetta er ekki með því erum við ekki að bera ábyrgð á Auschwitz. Einmitt. Hvað segirðu þetta? Ég er bara að velta fyrir mig sem Íslendingur af því að maður sé það að við erum í stökustu vandræðum með hvað við að gera við þetta, í hvað hillu við erum að setja þessar staðreyndir eins og þú ert að skrifa hér. Einmitt. Og kannski almennt fjölda staðreynda frá liðinni tíð. Ég var nú síðast bara að hlusta á umræðu Guðmundar og Geirfinnsmálið í viðtali á útvarpi Sögu á leiðinni hingað. Það sem ég held að vera þáttastjórnandi sem að skýtur því að í miður viðtali þetta náttúrulega vera alltaf tímar, það er ekki auðvitað að dæma menn og trúið sem það gerðu 1970 eitthvað, það er allt önnu viðmið sem ég held að við ígjum það stundum fyrir okkur hvað viðmiðin hafi verið ólík eða það skiptir á máli sannarlega lítur slagtók við nasista alltaf verið svo út að stríðinu loknu en í aðdraganda þess segjum og svo framins. Það breytir því ekki að fjöldi fólks ánáttúrulega frá uppá það, þetta voru glæpasamtök. Ekki allir. Og þá má jafnvel segja að allir þeir sem hafi verið skuldbundnir einmitt húmanisma af einhvern nátt. Hafi séð það alveg klárlega. Og þá aftur, þetta er ekki eitthvað sem bókin tekur afstöðu til. Þetta er ekki ákæruskjal, þetta er skáldsaga. En svo ég tala bara út á sjálfum og mínum áhuga, það finnst mér mjög forvunilegt að ég held að við getum verið gjörn á að það getur verið svona ákveðin tækifærishyggja í því hvernig við leifum gefum afslátt eða sleppum einmitt uppgjörið á ákveðin atburði í nafni þess að tímanar hafi verið svo ofsalega ólíkir eða svo lítið vitað án þess að einmitt kannski það liggi neitt til grundvallar því mati nema bara viljinn til að svo hafi verið. Það hefur ábyggilega ráðið einhverju yfir hvað þetta er erfitt að finna þessu svona hillu í Íslandssögunni. Þetta er eiginlega ekki upp í neinni hillu. Já. Er einhver leyti tengt því að þetta er þetta er geislavirkt Já, en svo eru líka gögn sem var greinilega erfitt að finna nokkur stað í hillu þess að þegar þetta mál kemur upp í umræðu önnur mál á Alþingi þannig í desember 1945 og þá er í fyrstu þá finnst ekki skýrsla sem að Agnar verðandi lögreglustjóri skilaði Hermanni ferðina að henni lokinni og Agnar eða Hermann haldaði fram að engin slík skýrsla hafi verið samin og svo finnst hún samt og þá er lesið upp úr henni og rættari fyrir svo fyrir hún hverfa aftur ég veit að hennar hefur verið getið í einu sakfræðiriti allavega en ég ætla allavega að það hefur beinlínis verið erfitt virðist vera líka fyrir menn að vita hvað er réttu beinlín að bara setja
í hvað illu ætti bókstaflega að setja gögnin þessi mál meðal annars. Ef ég má halda áfram að tala af hverju þetta er svona vandræðagangur með þetta Íslandssögunni. Eitt náttúrulega það að Sjálfstæðisflokkurinn var á sínum tíma, 1930, stofnaður upp úr íhaldsflokknum og frjálslyndarflokknum og í sumu leyti getur það gagnast fyrir okkur í dag að horfa á flokkinn út frá því. En þá var til fljótlega þjóðernisflokkur sem var svona íslenskur nasistaflokkur sem að hafði ágætis alþýðufylgi, var svona populískur hægriflokkur við talaðum í dag. Ég held að það sé ekki mörg dæmi að þar hafi verið að Íslendingar að tala fyrir útrýmingu gyðinga, ég held ekki. Þannig að þetta er svona fyrirbrigði. Svo þegar Bretarnir hertaka Ísland, hernám, að þá kólnar þessi flokkur niður og þeir sem tóku þátt í starfi hans renna meira og minna inn í Sjálfstæðisflokkinn. Og til þess að svona skilja eðli Sjálfstæðisflokksins að þá held ég sér gott að hafa það í huga að hann er búinn til þessu þremur örmum, frjálslyndarflokkur, íhaldsflokkur og svo þjóðernisflokkur. Og þá ég tekið aftur fram að þetta voru ekki menn sem voru almennt og allir að hvetja til útrýminga gyðinga. Heldur þetta bara áhersla. Styrmir Gunnarsson til þess að mikið fjallaði þetta, hann sprettur auðvitað upp úr þessum arfi og taldi að vera mjög mikilvægt að Sjálfstæðisflokkurinn vissi af því að það væri þarna svona lágstéttar fylgi sem að þjóðernissinnarnir hefðu náð að smala saman á eftirstríðsárunum og er lykillinn af því að Sjálfstæðisflokkurinn nær völdum eiginlega eftir stríðið. Hann var ekki að ná völdum á fjórða áratugnum, hann datt inn og út úr ríkisstjórn og kannski allt þess líklegt að hér yrði til stjórnmál sem myndu byggja á alþýðuflokknum og framsóknarflokknum heldur en að Sjálfstæðisflokkurinn yrði það lykilafl sem áður var. Þannig það er líka tengt þessari sögu að til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn sem er ótrúlega valdamikill flokkur, hann ræður bara engan veginn við þetta. Hann vill ekki, þetta er ekki neinni hillu í kjallara Valhallar, þessi saga. Nei, já, einmitt. Og síðan allir dag kannski, ég meina, vinstrið hefur yfirleitt kannski þarfar að neppa og meira aðkalli verkefni í samtímanum en að vera að fást við svona liðna atburði, þannig að það er enginn sem að þú veist aftur, það var kannski annars vegar fræð og eins vegar skáldskapur sem að einhvern veginn geta hafa tilefni til að gefa þig eitthvað já, mér langaði þess sárlega eftirstríðsára söguna hægrið. Við ævisögu Jóns Torfarsson sem að er aðeins getið það hvernig var verið með skipulegum hætti að beita valdi til þess að búa til vald. En við vitum eiginlega ekkert stuðning bandarísku leyniþjónustunnar við almenna bókafélagið og við vitum eiginlega sáralítið meðan að við erum búið að gefa út heilu hillumetrana af einhverjum meintum áhrifum Sovjet á íslenska menningu. Já, einmitt. Þetta er svona blindu blettur hjá okkur. Þetta með einmitt þessar þrjár stúðar í Sjálfstæðisflokksins, íhaldið, frjálslyndið og svo þjóðunnið. Þetta er náttúrulega mjög fornaldi, 21. lagi náttúrulega eins og margir hafa bent á og sjáum við síðan þetta klofna aftur í þrennt í dag, mætti segja, í viðreist á sem frjálslyndarhlutann Sjálfstæðisflokkin sem íhald og svo miðflokkin sem þjóðunnisarminn fylgið svona sirka bara í sömu hlutvöllum einhvern veginn. En við erum líka að hugsa til það er þegar maður er að rekja svona maður fylgir eigin dyntum í gennum lestur, þá fer maður kannski maður les höfund sem hann finnst fornlegur og hann bendur á annan höfund og maður fyrir að glugga í hann og þar er eitthvað fornlegt ekkert þegar var mikið að fást við höfundaverk Slavoj Zizek á sínum tíma. Það var meðal þeirra höfundar sem hann virkaði svona sem dálítið katalógur, hann með svo ríkar tilvísanir og neðamálsgreinar að benda mann á hitt og þetta formulegt, meðal þeirra sem hann hefur benda á. Já, en að vinna úr því auðvitað, og dragað inn í sína hugsun og melda það áfram, og meðal höfundar sem hann benda á sem ég hefði örugglega ekki komist á snúður annars er Japani sem heitir Kojin Karatani. Og Karatani þessi hann skrifaði bók, ég held að verði í bók sem Transkritík, þar sem hann er að gera grein fyrir því svona hver hann reyna að skilgreina andstæðingin fyrir róttæka vinstri í samtímanum og gerir það með því að í stað þess að tala bara
kapital annars vegar og þjóðríkið hins vegar, þá þrígreinar þeim í sko kapitalíska þjóðríkið, með kapitalur sem er þjóðin og sem er ríkið, og allt þetta þrennt gegnir ákveðnu hlutverki, segir hann, uppfyllir jafnvel sko nauðsynjar, grunnþarfir fyrir fólk. Þú með ríkið sem á að sjá öryggið þitt, þú með kapitali sem á að koma vörum til þín sem þú þarf nauðsynlega á að halda sko, og svo ertu með þessi markað sem á sinna því og svo þriðja lært með þjóðina sem þá hugmyndunum eitthvað sko bræðralag sem fyllir í glufundar og með þetta sem hvorki ríkið né markaðurinn á annast, að það sko, þú veist, vinsendin innan þessa lokaða mengisegna þar sem fólk hjálpa hvert öðru þegar á þarf að halda og svo framvegis. Og segir hann sko ef eitthvað skonar sko algildur húmanismi sem nær út fyrir þessa markalínur, vinstrið sem eitthvað algildur húmanismi á að eiga eitthvað séns, að þá verður það að gera sér grein fyrir að skrýmslið er þríhöfða. Ef þú lemur bara niður kapitalið, þá hleypur bólga í þjóðríkið, og ef þú lemur bara niður sko þjóðina, að þá sjáur sko eða sem þjóðina og kapitalið, að þá hleypur bólga í ríkið eins og Sovétríkin, náttúrulega einföld mynd sem það dregur upp en við þóttum dálítið samfærandi sko, að svona stóra áskorun spurningi væri hvernig leysuru af hólmi funksjónir þessara þriggja fyrirbæra með hætti sem ekki háður sömu takmörkunum og þau eru í samtímanum, hvernig leysuru þau af hólmi þannig að þau raunverulega þjóni sko okkur öllum í víðum og vaxandi skilningi og aftur þá bara það er þessi samsvörun sko milli, þannig hefur einmitt í þessum eina flokki sem núna er sundurgreindur aftur í þrennt sko, þá hefur okkur þessar stóðir og hefur kannski sko viðreið sem stendur vörðum kapitali sem slíkt, þú er miðflokkin sem stendur vörðum þjóðina og sjálfstæðarflokkin kannski sem bara stendur vörðum löggæsluna og ríkið sko í þeim gamla skilningi, þetta íhjaldsapparati sem ríkið er. Meðan annars útlendingastofnun eins og hún var byggð upp af þeim. Já. En þú ert líka að fjalla segjum að þetta væri þannig að þetta væri verkefnið og þannig talar náttúrulega að byggja upp svona húmanisma, en við lifum náttúrulega tímum þar sem að það er heldur ekki fólki sem að segja ég heyrið alveg Haukur að þú vilt svona stefna að auknum réttindum alla og réttlæti og auknum jöfnuði og svona, en ég bara hef ekki áhuga á því. Ég hef bara engan áhuga á húmanisma. Ég hef bara miklu meiri áhuga á því að hinn sterki beiti afli sínu og þess vegna er ég hrifinn af Donald Trump sem að er sterkur maður sem að lemur niður hina veiku. Því það versta sem við getum gert er það að púkka undir hina veiku því að þá fáum við veikt samfélag og þá erum við aftur komin á þetta sama sem að var íla rótin af hugmyndum samfélagsmótun nasismans að það væri hægt að búa til nýjan heim með því að drepa hina veiku þannig að við myndum búa þá til sterkara samfélag með því að ógilda þá. En það er eitt að þú þarft að koma og endurselja húmanismann og kom ekki vel með það. En síðan er það að þú þarft að gera það í samfélagi þar sem að, sko, er ekkert samkomulag það hvað eru staðreyndir. Já. Og líklega er bókin að fjalla um það. Já, og út frá þessari sko forrindastöðum mætti segja bókmennta og skáldskapar að einmitt þurfi ekki að og þykjast ekki leysa neitt vanda sko, þú veist að í svona bók þá er hægt að sko skima krísu og maður jafnvel sko, þú veist, hagsmunir rithöfundar eru að því leitinu til öndverðir alltaf við sko hagsmuni samfélagsins sem maður lifir í að sko hræstni og tvískinnungur og allar mótsagnir og krísur sko eru frábær hráefni og lifa í tvíræðum heimi. Það getur þú búið til skáldskap. Það er ekki mikið, þú veist, skrifa skáldskap án þess líklega og síðan spurning hvaða hlutur ekki öðru hann geti gengt en þessi bók er, þú veist, þarna er engin lausn, þetta er ekki ekki fram hugmyndun að við ættum að stefna því að fá það bara úr því skorið hvað er satt og hvað er logið. Já, sem verður alveg brandari sko en það er aftur það sem er svolítið ríkjandi í einhvern tímann hélt fólk að Facebook og fleiri félagar gætu einhvern veginn fengið stýrt þessu þannig að þeir myndu bara henda út því sem að vera logið og þá myndu við lifa í fullkomlega sönnum heimi. Já, einmitt. Það er ekki nema svona 4-5 ár síðan þetta var. Já, við lifum á tímum, sko, dagslegum tímum í sögu staðrendana. Það er einmitt, verið að glíma við þær bæði af einmitt, fólki og vélum, sko, af
Svo eitt sem áberandi sem að manni finnst. Við erum nú að leika okkur hérna við rauðaborðið að tala út frá því að við vitum eiginlega ekki neitt, sko. Þannig að við erum bara að reyna að skilja heiminn. Við erum ekki að stilla upp 2 valkostum. Að það er ýmsir sérfræðingar sem hafa verið að hugsa þetta fyrir þig, Haukur minn. Og hvort viltu þetta eða hitt. Það er oft svona hugmyndum að þannig í umræður að vera. Við erum nú frekar á því að horfa bara á vandann og leyfa okkur að vera þar. En tilhneigingin í umræðinni er svolítið krafan að fá niðurstöðuna. Án þess að ég þurfi að fara að hugsa eitthvað það, Haukur. Getur ekki bara að skaffa mér staðreyndirnar? Já, einmitt. En Guðsbarinn ekki segja mér að ég þurfi að finna þér. Já. Hvað af þessu, þú varst með þjóðina og þú varst með kapitalið og þú varst með ríkið. Getur það ekki eitthvað að skaffa mér? Veldu eitt. Getur það ekki skaffað mér staðreyndir? Einmitt, ég meina, hvað maður segja, eru þau ekki öll að gera tilraun til þess, sko, eða svona að gera tilkall til? Við náttúrulega, kannski með þessar, þessi viðleitni Facebook og samfélagsmiðla á síðustu árum, sko, til að innleiða svona fact-checking ferli í það sem deilt hjá þeim, sko, sé tilraun markaðarins eða kapitalsins til að halda utan staðreyndirnar. Við sjáum, sko, ríkin meira að vera svona að klunnast í kringum þetta, þau langar að beita sér, og svo, þú veist, hvað á að kalla það, ég veit ekki, það er náttúrulega, einmitt, þetta þríhöfða skrýmsli er eitthvað, arkandi heiminn núna af voðalegri, sko, voðalegu brambolli þegar maður sér til dæmis, sko, Elon Musk opna nýja alfræði orðabók á netinu sem er samin af gervigreindin hans og á að, sko, leiðrétta liberalbæjarinn á Wikipedia með því að tala Adolf Hitler frekar sem umdeildar stjórnmálamann en illvirkja. Þú veist, hvaða hluti, sko, þessa skrimslis er þá að ferð, er það kapitalið, er það sko hann með stæka eitthvað í ætt við þjóðunishyggju í því öllu saman en mjög alþjóðlega þjóðunishyggju leið, sko, að við lifum kannski einmitt ég meina rúslega mörg hnit sem að riðlast akkurat núna. Það er þessi hugmynd að við getum bara fundið sannleikann með því að útrýma lyginni. Hún er svolítið, ég meina, ráðherrarnir okkar tala svona, fjölmiðlanefnd tala svona, alls konar stofnanir hjá okkur tala þannig. Og svo sér maður, sko, ef við víkjum yfir í, ég veit að þið langar að ræða, sko, útlendingamálin líka í samtímanum aðeins, sko, að ég hef ekki náð að fylgjast mikið með upp á síðkastið og ég gerði, sko, árum saman í rauninni á því sviði, en ég var að lesa frumvarpið sem liggur núna fyrir þinginu brottfarastöðina, sko. Og það er mjög ég segi þetta orð brottfarastöð eins og það sé þetta er hvað vikugamalt orð eða ársgamalt kannski, þetta er alveg nýtt í tungumálinu, en leið hefur verið, það er nógu vel smíðað og hefur komið nógu vel fyrir til að það er eins og fangir sem þá sem við engin hús að venda alltaf verið þarna, já, og í frumvarpinu er talað vistmenn, mjög fallegt orð líka, þau þýða detention sem vist eða vistun. Þannig að það er, sko, varðhald hefur að heitir hingað til og er það sem er nauðungavistun, sko, en heitir núna vistun í þessu samhengi og svona markviss beiting á tungumálinu til að innsigla pólitískan vilja sem lagalega staðreind er alveg svakalega öflugt tól og auðvitað bara látlust beitt, sko. Mér finnst alltaf merkilegt að ein þannig saga sem að skipta svo engum máli efnislega hér og nú en er kannski svona einna skýrust er, sko, þegar álverið í Straumsvík þegar við verið samið það að þá opnast vandinn, sko, hvað eigum að kalla þetta, en svo íslensku var ekkert orðið yfir álinu með alumínium það bara talaði alumíniumverksmiðju til að byrja með, sko, og menn lögðu höfðu í bleit og það ég held að það verið, sko, íslensku fræðingar við háskólan og fleiri sem var komin í þá umræðu að finna, sko, svona hljómfagurt heiti þannig að þetta ætti, sko, betur heima í tungumálinu þangað til þú ert búin að sníða því, sko, öll hvössuhornin og í staðinn fyrir alumíniumverksmiðar komið álver það er orð sem er eins og það hafi alltaf verið þannig eins og heima í landslægin. Er það ekki bara gott? Hvað segirðu? Er það ekki gott? Það hefur kost og galla, myndi ég segja, sko. Þú veist að alveg fá ekki notið fagurs orðs. Ekki endilega og mér finnst líka eitthvað, sko,
það getur verið verðmæti í því og þekking í því að sko hugtökum fylgi upprunamerking, svo að segja. Maður sér þetta sko víða í Evrópu, ég held bæði í Þýskalandi og Frakklandi, þá sko ekki, þá bara tala bestseller bækur til dæmis á ensku. Hugtaki ekki þýtt, þannig að það kemur frá enskumælandi svæðum bara sem konsept sko. Og á meðan metsölubók hljómar eins og það sé eitthvað sem Íslendingar hafi fundið upp á. Í sjálfu sér væri ég sko slettur, þetta fyrirbæri sem við hefum bara ljótorð yfir, tölum slettur, tökorð í tungumálinu hafa líka sína kosti. Þannig þú væri til í að sitta í þeirri stofnun sem að myndi endurskoða heiti á til dæmis álverum og metsölubókum. Snúa aftur í alumíniumversmiðjuna. Væri til í að vera þar. En þetta náttúrulega, það verið að glíma túlkanir og orð og nöfn. Glíman hugmyndir okkar og það hérna svo áróðurinn ekki þar með ákveðna hagsmuni. Og meðal annars svona kannski það sem að grunnurinn alltaf þessi hugmyndum það hvort að fólk geti breyst, að því að tala til þessum innflytjendur, að þar verið að halda því fram að innflytjendur séu bara tiltekin tegund af mannskepnum í okkar samfélagi, en ekki það að þau breytist og samfélagi breytist meðan að hópurinn blandast. Þessu svona hugmyndum að innflytjandinn geti verið að gefa eitthvað inn í samfélagið á móti því að hann hljóta að vera að koma hingað til að taka eitthvað. Og sömuleyti þá var Útlendingastofnun byggð á seinni hugmyndinni að útlendingar hljóta hingað að koma til að taka eitthvað. Annarkot konunnar okkar eða efnislega gæði eða leggjast á grunnkerfin okkar og það er góðum. Já, ég held að líka einmitt, þau komust, ég hef nefnt það áður og ég held sér verðt að halda því hans til haga hvað núna er hægt við ákveðnu vonleysi eða það er svona tilhneiging til kannski ákveðins fatalisma þróun mála, við sjáum einhverja hægri bylgju og þessi íhalds eða afturhaldsöfl og þjóðinni sem þær séu að færa sig upp á skaftið og núna þeir eru að yfir og við sjáum þessi frumvörp frá, nú var þetta dómsmálaráðherra tilkynnir það verið 5 frumvörp í haust til að herða tökin í útlendingamálum og allir að taka því sem góðum fréttum einhvern veginn og þannig sé stemmingin og ég held að mig alveg halda því til haga að einmitt árið 2008 þegar bara réttinda barátta fyrir hönd hælisleitenda á Íslandi hefst eða umsækjenda alþjóðlega vernd og hefst með aðgerðum aktivista sem bara átta sig á því að þessi hópur er til á landinu og hefst þá við einmitt í óformlegum, mætti segja óformlegri brottfarastöð á Fithostel á Reykjanesi sem ég veit ekki hvort það er lengur til sá staður en það var eitthvað samningur þá þjónustu fyrir stjórnvöld að þá hefst þessi bara ein kröfuganga, eitthvað greinaskrif og svo verður no borders til upp úr þessu þá höfðu á 20 ára tímabili alls frá 1988 til 2008 höfðu stjórnvöld samþykkt eina umsókn alþjóðlega vernd á Íslandi einustu umsókn þetta er til mjög virðingarverð saga á landinu af því fólki sem stjórnvöld bjóða hingað að eigin frumkvæði og taka á móti og hafa gert það vel. En að þeir sem hefur komnir rétt samkvæmt sáttmáli sem við höfum skrifað undir að koma hingað og æskja hælis. Einmitt. Og af þeim sem við vitum ekki hversu mörg hafðu komið, þannig að þeim ef þeim gögnum var haldið til haga þá voru það ekki mjög auðvitað aðgengileg en við vitum að af þeim fjölda, þetta voru árið 2008 þegar svona ákveðin hópa fólk gerir sér grein fyrir að það bara til sé fólk á landinu sem er að leita vernd og látið hýrast upp á von og óvon mánuðum yfir árum saman og svo hent burt leið og hægtir að þá kom þetta upp úr dúrnum að 20 ára undan hafði einasta sála fengist líka vernd sem leitaði eftir henni hérna á Íslandi hvort það er af tugum eða 100 manna sem er ekki ljóst síðan þá, sem ég vil bara halda til að haga er að baráttan sem hófst þá skilaði þeim árangri
að 10 árum seinna málaflokkurinn lítur hann allt öðruvísi út. Það enginn að takast á hvort að vernda veita einni mannesku eða 10 eða 20 vernd hérna á ári eða yngri í 20 ár. Heldur það spurning sko tölunar af leið eitthvað stærkingum jafnvel án Úkraínu, fólks frá Úkraínu og Venezuela sko, það voruð á annað 100 og fleiri á ári sem að hljóta hér eitthvað svona vernd. Þannig að sko leið og það sannarlega þetta heldur áfram að vera erfið og mikilvæg barátta upp á líf og dauða fjölda fólks. Þá megum ekki vanmeta sko það svo auðvelt að halda að ekkert hafi breyst til hins betra. En því fer fjarri og jafnvel þó að öll þessi 5 frumvörp dómsmálaráðherra núna nái fram að ganga og hún herði svona glæsilega tökin á landamærunum þá held ég að megi halda því fram að mannréttindi á þessu sviði séu eftir sem áður skár varin í dag en þau voru fyrir 20 árum síðan þó ekki væri nema vegna þess að það þá þannig lagað gjörð í samræmi við einhverjar alþjóðleg viðmið sem krefur stjórnvöld að veita mannréttindastofnunum aðgangasviðinu og svo framvegis að eftirlitinu verður ekki hreint frá fyrir fullt og allt en það breytir því ekki að þetta alveg djöfulli leiðileg þróun í augnablikinu. Og það gamalt ráð úr svona baráttu að þeir eru alveg að gefast upp og finnst markmiðin vera órafjarri að þá getur þú sest niður og horta þess yfir hvað árangri hefur baráttan náðinga til. Og bara svona til að fólk muni það sjálft sem verið í þessa baráttu að við erum ekki að byrja á núllreit. Herðu Haukur Már, gaman að fá þig hingað að ræða nýju bókina og til hamingju með hana. Takk. Þetta verður þá lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Maríu og Birni Þorláks fyrir að taka viðtöl og Pétur Fjellstið fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest. Já, náttúrulega gestunum sem hafa komið og ykkur þakka ég mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur. Það eru bakkeltar stöðarinnar. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er nappur sem ástandur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við látum þetta gott heita í kvöld, svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld klukkan 8, þá var að sagða fréttir á samstöðinni. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.